Það bara má bókstaflega ekki neitt. Það má ekki stela, það má ekki gera þetta og það má ekki gera hitt og það er bara ekki hægt að vera kristinn. En málið er það að Jesús Kristus þegar hann kom, að þá gaf hann okkur nýtt boðorð og hann skildi okkur eiginlega bara eftir með eitt boðorð. Og það er talað um þetta boðorð í Rómverjabréfinu, 13. kafla, 9. og 10. versi. Þar segir að öll hin boðorðin séu uppfyllt. Það er eins og að taka bara fullt af brjóstsykri og setja í einn poka og segja bara, þetta er bara einn móli. Rómverjabréfið 13, 9 og 10. Boðorðin, þú skalt ekki drífa hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast. Hvert annað boðorð er innið falið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gjörur ekki náunganum mein, þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Kærleikurinn gjörur ekki náunganum mein. Og þá segir kannski einhvern, og er þá allt í lagi að bara stela og drífa hór ef ég bara er í kærleikanum? Þá er svarið við því að ef þú gerir það, þá ert ekki í kærleikanum. Vegna þess að þú tekur ekki annars manns konu ef þú elskar hann. Þú tekur ekki af mínum eigum ef þú elskar mig. Þú drepur ekki mann ef þú elskar hann. Þannig að þetta er allt innið falið í þessu eina boðorði. Og mér langar að tala aðeins kærleika Guðs í dag, vegna þess að ef var einhver tímann þörf fyrir kærleika, að þá er þörf fyrir kærleika í dag. Margir rugla saman kærleika og girnd. Ég heyrði heldur ógeðfellda frásögn unga konu sem langar að verða kynlífsfræðingur. Og hún sagðist hafa sofið hjá 7 mönnum, fann sér 7 karlmenn til að sofa hjá eina vikuna og þetta var á Twitter og henni fannst þetta bara svo yndislegt og hún upplifði tilfinningalega laust, sagði hún. Svo kom fólk og kommentaði og sagði, já, vertu þú sjálfelskan, mikið er það gott hjá þér að vera þú sjálf. Og ég var að hugsa að þetta er svona tíðarandinn í dag, ef einhver gerir eitthvað nógu vittlaust, þá koma allir hinir og segja, já, mikið er þetta gott hjá þér, vertu bara þú sjálfur. Og það jaðrar við að einhver drepur mann og þú segir, mikið var þetta gott hjá þér, vertu bara þú sjálfur, vinur. En það er ekki sá kærleikur sem Biblían talar um. Biblían, hún segir að kærleikurinn felst í því að gefa og kærleikurinn felst í því að ég í raun og veru, Jesús skilgreindi það svona, að hann lagði niður líf sitt fyrir mig. Þannig að ef þú elskar einhvern, þá ertu tilbúin að leggja líf þitt niður fyrir hann. Og ég var að hugsa, það voru ung hjón í heimsókn hjá mér í gærkvöldi með svona lítið barn eins og Óðinn á. Og þau voru að segja frá því að fyrsta mánuðin þá þurftu að taka vaktir og skiptast á að vaka alla nóttina yfir stúlkunni af því að hún grét svo mikið. Og ég fór að hugsa, þetta er kærleikur. Þetta er kærleikur. Það er ekki allir sem sumir halda að þetta verði allt öðruvísi ef ég eignast ægilega fallega konu og fæ að sofa hjá henni og allt það. En svo kemur barnið. Hvað ætlar að gera þá? Sumir bara hlaupa í burtu þegar barnið kemur. Er það kærleikur? Nei. Fólk ruglar saman þessu hugtaki girnd og kærleika. Kærleikurinn, hann er mjög óskyldur girndinni og lostanum. Kærleikurinn er allt annað. En í Biblíunni þá er okkur sagt, þetta boðorð sem Jesús gaf okkur, við lesum um það í Jóhannesarguðspjalli 13:34, að hann segir
nýtt boðorð gef ég yður. Og það þetta, elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Eins og ég hef elskað yður, eins skulu þér elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Og ef þú sér kristinn mann, sem segist hata annan kristinn mann, eða bara hann er að tjá sig á þann hátt að hann segist hata fólk, fyrirlíta fólk, þá þú fullan rétt á að segja honum að hann sé ekki kristinn. Hann sé ekki andakrist, hann tilheyri ekki Jesú Kristi. Þú fullan rétt til að gera það. Vegna þess að Biblían, hún er mjög skýr og hún segir, nýtt boðorð gef ég yður að þér skuluð. Ok, á ég þá bara að elska þig þegar mér líður þannig? Nei, þetta er boðorð. Ég á að elska þig þegar mér líður ekki þannig. Og vitið það að það er erfitt að elska suma. Það er bara þannig. En við verðum að elska suma líka. Það minnir mig á brandara sem mamma sagði, gamla daga. Hún sagði, ef sumir væri við suma eins og sumir eru við suma, þegar sumir eru hjá, þá væri sumir ekki við suma eins og sumir eru við suma þegar sumir eru frá. Þetta er svona, já. Þetta á bóndi og vinnukona og þú getur lesið hvað út úr þessu sem þú vilt. En við eigum að elska suma líka, jafnvel þó þeir séu erfiðir, að þá eigum við að elska þá. Við þurfum ekki endilega að samþykkja allt sem þeir gera, það er munur þar á. En við höfum þetta boðorð að við eigum að elska. Ef við lesum hérna áfram, ég ætla að gefa ykkur nokkur vers í Biblíunni svona þar sem hún segir kærleika. Boð og bönn, já. Þér er bannað að hata annan mann. Það er boðskapur Nýja testaments. Þú átt ekki að hata, þú átt að elska. Ef að það er slæmt boðorð, að þá verður það bara að vera þannig, ég er ósammála, en mér finnst það gott boðorð að hvetja okkur til að elska hvert annað. Í 8. kaflanum í 1. Pétursbréfi, 4. kafla, 8. vers. 1. Pétursbréfi, 4. kafli, 8. vers. Þar lesum við, umfram allt hafi brennandi kærleika hver til annars, því kærleikur hylur fjölda synda. Umfram allt hafi brennandi kærleika hver til annars, því kærleikur hylur fjölda synda. Ein ensk þýðing segir að við að hafa intense love eða unfailing. Intense þýðir að vera ákafur í að elska. Og önnur ensk þýðing, Message-biblían, hún segir að við eigum að elska eins og að as your life depend on it, eins og líf þitt liggi við. Mér finnst það flott þýðing. Að við eigum að elska bara eins og líf okkar sé undir því komið. Og ég var að hugsa, af hverju vill fólk skilja? Ok, það geta verið margar ástæður. En af hverju vill fólk skilja? Af hverju vilja hjón skilja? Er það af því að þau elska hvert annað? Eða hvað? Elska ég þig svona mikið að ég vilji skilja við þig? Losna við þig? Til að vera nú svona sanngjarn, þá getum við sagt að sumir hafi gert mistök. Og Biblían, ég vil bara segja ykkur að Biblían, hún varar okkur við því að ganga undir ósamkynja það er að segja, þú átt ekki að giftast einhverjum sem er með allt aðra lífsstefnu heldur en þú. Fyrir kristinn mann, þá á hann ekki að giftast vantrúari konu af því að hún er á allt annarri leið. Og það má kannski segja svona á fleiri sviðum að ef að fólk hugsaði kannski áður en það tekur ákvörðun að þá færi betur, en samt af hverju vill fólk skilja? Jesús hann skilgreindi, hann sagði við lærisveinana, hann sagði
þeir voru eitthvað að spyrja hann út í þetta, hann segir, og þeir segðu, Móse leyfði sínum lærisveinum að skilja. Þá segir Jesús, það var vegna hjarta harðúðar yðar. Og í dag, þá held ég að það væri svo mörg hjónabönd sem mætti bjarga ef að fólk vildi bara setjast niður og ákveða það, ég ætla að elska, af því að það að elska þýðir að umbera. Ég ætla að elska, ég ætla að umbera. Og ég ætla að skoða hjá sjálfum mér er eitthvað sem ég er að gera vitlaust. Þannig að ég held að svona í kannski 80% tilfellum að þá er ekki fólk að skilja endilega af því að þurfi þess, það er að skilja hreinlega af eigingirni. Það er af eigingirni, en ég skal alveg játa það að sumir bara eiga alls ekki saman og eiga ekki samleið. En það er annað mál. Af hverju forðastu bróðin? Er það að því þú elskar hann? Sér það einhvern sem að þekkir og allt í einu langar þig að ganga yfir götuna, því langar ekki að mæta honum. Af hverju? Er það að þú varst að tala hlýlega hann eða hugsa hlýlega til hans? Eða hvað er það? Er það að þú elskar hann? Nei. Kannski elskar hann pínulítið, hann bara óþægilegu núna, þú ert ekki alveg tilbúin að mæta honum núna, en málið er það að kærleikurinn, hann er ekki einfari. Hlusta á það, kærleikurinn er ekki einfari. Hann er ekki einfari. Kærleikurinn einangrar ekki fólk. Kærleikurinn einangrar ekki fólk. Vitið þegar fólk er með þunglyndi að þá vill það einangra sig. Það vill einangra sig. Og það besta í raun og veru sem þú getur gert er að ná til þess. En af hverju vill það einangra sig? Jú, af því að þunglyndi er vont. Það er eitthvað sem er illt. Og Biblían skilgreinir þunglyndi sem anda. Og læknisfræðin er ekki endilega sammála því, en hvar kemur þunglyndin? Í gegnum fingurinn á mér? Fótinn? Nefið, eyrað? Nei, það kemur inn í huga minn. Og það byrjar með hugsun. Þannig að, og þessi andi, hann vill einangra mig og suma einangra með sínar hugsanir, þangað til þeir taka líf sitt. Þannig hann er andstæða við kærleikan. Kærleikurinn er ekki einfari. Andi Guðs, hann hvetur þig ekki til þess að einangra þig frá öðru fólki. Andi Guðs, hann vill eiga samfélag. Það er talað samfélag andans. Það er talað samfélag heilags anda og þetta elski hver annan eins og ég hefi elskað yður. Nú ætlum ég að vera svona aðeins, kannski óþægilegur. Í Jóhannesarbréfinu, 4. kafla, það er svo margir sem segja, ég elska Guð. Ég bara get ekki elskað þig. Ég elska Guð, já. Ég elska Guð. En hér segir ritningin, innblásin af Guði, ef einhver segir ég elska Guð og hata bróður sinn, sem hann hefur séð, hann getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn. Sá sem elska Guð, hann á einnig að elska bróður sinn. Þannig ef einhver kemur og segir, já, ég elska Guð, en þessi kristnu eru bara vitleysingar. Og við svona, já, það jaðrar nú við að maður heyri þetta oft, þið þetta ofstækist trúar fólk, þið eru vitleysingar. En ég lesi alla Biblíuna og ég trúi á Guð. Já, asniðinn, taktu við því. Ég tannlæknirinn mér sagði mér, hann sagði þetta fallega. Hann sagði, Kristinn, þú veist að það álíti ykkur allir voðalega skrýtna.
Er það ekki huggun? Mér fannst hann líka voða skrýtinn, þetta er allt í lagi. En málið er það að ef við elskum Guð, þá elskum við líka fólk. Það er það sem Biblían er að segja. Og annað kærleikann, að ef þú elskar, skulum lesa hérna, þetta er 2. kafli vers 9, sá sem segist vera í ljósinu og hata bróður sinn, sá sem segist vera í ljósinu og hata bróður sinn, hvar er hann? Strætó út í bæ? Hann er í myrkrinu, segir hérna. Hann er ennþá í myrkrinu og það sem meira er að, hvað segir hérna? Hann er ennþá í myrkrinu, hann er ennþá í myrkrinu, sá sem elskar bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert geti leitt hann til falls. Veistu hvað þetta er frábært og hvað þetta er satt. Ef þú elskar, að þá er í rauninni ekkert sem getur leitt til falls. En sá sem hata bróður sinn, hann er í myrkrinu, lifir í myrkrinu, hann veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Hann er í myrkrinu, veit ekki hvert hann fer, myrkrið hefur blindað augu hans. Það er eitt vers hérna í viðbót í þessu Jóhannesarbréfi, þetta er frábært bréf. 1. kafli vers 7. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Þannig að hefur tekið eftir því, nú erum við að tala um ljós og myrkur, erum við að tala um andlegt ljós og andlegt myrkur, að ef að þú ert með allt þitt í ljósinu þá líður þér vel. Ef þú þarft að grípa til lyginnar, að þá, ég segi ef þú þarft, þú átt ekki að gera það, en telur þið þurfa. Ég fór að hugsa hérna, og mér er ekki nöfn við hann, en þegar forsætisráðherrann okkar taldi sig þurfa að grípa til lyginnar í staðinn fyrir að segja sannleikann á ákveðnu augnabliki, hvaða hefði verið miklu betra fyrir hann bara að segja satt. Já, ég á hlutabréf þarna og kona mín á þetta og segja það bara beint út, þá hefði hann verið frjáls. Þá hefði hann verið frjáls. Þá hefði hann verið með allt í ljósinu. Ég er ekki að segja endilega að hann hafi gert rangt, ég hef ekki hugmynd um það. Ég veit ekkert hvað var lagalega rétt, en ég veit bara að ætla að fela eitthvað, það er rangt. Við höfum að hafa það í ljósinu. Við höfum að hafa allt í ljósinu og það segir að ef við höfum allt í ljósinu að þá hreinsar blóð Jesú. Og fyrir þá sem hafa aldrei heyrt þetta áður, hreinsar blóð Jesú. Blóð Jesú. Það er sagt að blóð Jesú rann fyrir okkar syndi, það er kristin kenning. Og það er sagt að blóð Jesú, sem þýðir að í raun og veru, þetta er tákmál, að blóð Jesú, það þýðir það af því að hann tók á sig sökina fyrir mig með fórnardauða sínum, að alltaf ef að mér verður á, að þá er hann búinn að greiða fyrir það. Þá er hann búinn að greiða fyrir það. Og ég er alltaf náðaður ef ég ger eitthvað rangt. En málið er það að hans krafa til þess að fá náðun er að ég vilji koma með það í ljósið. Og hugsið ykkur, við bara í daglegu lífi, ef að forsetinn myndi náða einhvern mann sem að þú sér að hann er hortugur og hann er stórglæpamaður, kannski er morðingi og þessi maður kemur kannski í viðtali og hann iðrast einskis, hann segir það var gott að ég drap þessa konu, það var gott og það var bara yndisleg tilfinning og svo kemur bara forsetinn og náðar hann og ég meina, það verður allt vitlaust, við viljum ekki þannig og það er það sem er verið að segja hérna, að þú átt að vera með líf þitt í ljósinu. Jesús gerir þá kröfu, hafið þér orðið á, þá sýnir þú iðrun og þá ertu náðaður on the spot. Þá færðu náðun strax ef að þú gerir iðrun, ef að þú vilt koma með verk þín í ljósið. Á einum stað í Guðspjöllunum segir að
Jesús kom ekki í heiminn til þess að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa heiminn, en svo segir að mennirnir elskuðu myrkri meira heldur en ljósið. Þess vegna komu þeir ekki til hans. Þeir elskuðu myrkri meira en ljósið. Þess vegna komu þeir ekki til hans. Og sumir elska að gera illt, því miður. Hugsið ykkur fólk sem að strengja spotta yfir hjólreiðabrýr og til þess að granda eða gera öðru fólki illt. Hvaða hvöt og hvaða hvati þar að baki? Ég bara næði ekki, en það einhver sem geðlæknirinn myndi segja að væri illa ruglaður eða eitthvað svoleiðis, en ég held að þetta sé bara eitthvað illt sem kemur frá hjarta mannsins af því að hann hefur gefið sig á vald syndarinnar. Hann hefur gefið sig á vald hins illa og hann bara elskar að gera illt. Og þetta andstæða við það sem að Jesús Kristur að boða okkur og kenna okkur, að við að elska hvert annað. En við verðum að hafa það í ljósinu. Í Galatabréfinu 6:10 þar okkur sagt að gera öllum gott, einkum trúbræðrum okkar. Einkum trúbræðrum okkar. Við að gera öllum gott og einkum trúbræðrum okkar sem þýðir fyrir okkur að, þetta bara sambarilegt við það að þú átt að gera öllum gott, en þú átt líka fyrst og fremst að hugsa þína eigin fjölskyldu. Ef þú átt konu og börn, þá átt ekki að gera öllum heiminum gott og ekki barniðinu og konu, nei, og það eins með okkur sem erum kristin, að við lítum á okkur sem fjölskyldu, við eigum að gera hvert öðru gott og líka að elska alla aðra. Í Jakobsbréfinu, að þá svona varnaðarorð, og þetta til hinna kristnu, að í 3. kafla, þá segir hver vitur, 13. vers, hver vitur og skynsamur á meðal. Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafi beiskan ofsa á eigingirni hjartiðar og stærið yður, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Hér svona verið að segja að ef þú segist vera kristinn og ef þú ert síðan fullur af beiskum ofsa og eigingirni og reiði, að þá eins gott fyrir það að horfast í augu við það og ekki ljúga að mér eða ljúga að sjálfum þér. Þú skalt horfast í augu við það og þú skalt koma með það í ljósið og þú skalt játa það og takast á við það og leyfa Jesú Kristi og hans kærleika að hreinsa það burt úr þínu lífi. Það talað orð Guðs að það talað blóðið, það talað vatn, það líka talað orð Guðs að það sé eins og vatn sem þvær. Jesús hann þvoði fætur lærisveina sinna sem tákgræn mynd upp á það að hann vildi þvo syndina burt úr þeirra lífi. Og ég hef séð fólk sem hefur mikið af þessum pakka, stóran svona poka með beiskju, ofsa, eigingirni og reiði. Ég hef séð það koma, gefast Jesú Kristi og það umbreytist, eins og við sungum breyttur ég er. Vegna þess að ef þú tekur á móti Jesú Kristi og gerir hann að drottni, hann verður drottinn yfir þínu lífi, að þá ert þú ekki lengur drottinn og þá lítur þessu lögmáli að elska eins og hann elskaði. Þá beygir þú undir þá og það sem meira að þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá gefur hann okkur nýtt forrit. Ég vil ekki fá Windows 10 reyndar, en hann gefur nýtt forrit í hjartað okkar sem fullt af kærleika. Ég upplifði þetta þegar ég tók á móti Jesú Kristi, þá fann ég að alltaf ef ég ætlaði þegar byrjuðu einhverja hugsanir sem voru ekki honum að skapja, þá kom svona tékk inn í hjarta mitt. Að svona átti ég ekki að hugsa, svona átti ég ekki að gera. Þannig að
það var eitthvað komið hérna inn sem að leit eftir mér og það var andi Guðs. Andi Guðs. Þannig að við eigum að lofa hann með lífum okkar, segir Biblían, og það er eitt vers í Júdas sem segir, Júdasarbréfi 21. versi þá segir að við eigum að varveita okkur í kærleika Krists eða láti kærleika Krists varveita yður. Varveiti sjálfa yður í kærleika Guðs, bíðið eftir náð Drottins Jesú Krists til eilífs lífs. Varveiti sjálfa yður í kærleika Guðs, bíðið eftir náð Drottins Jesú Krists til eilífs lífs. Að það er þetta varveita sjálfan sig í kærleika Guðs. Þannig að í dag, ef að þú hefur gefið Jesú Kristi lífið þitt, þá er syndin sú að þú ferð út úr kærleikanum. Það er rauninni synd. Jesús sagði, sá sem hatar bróður sinn, hann er morðingi, eða hann er eins og morðingi. Af því að Jesús vissi, það byrjar með hatri, síðan kemur verkið. Þannig að þegar að þú hefur gefist Kristi á vald, þá vill hann fá að eiga hjartað þitt, sem þýðir að hjartað fær ekki lengur að hafa þessar illu hugsanir, hann hreinsar það út og ef að þú tekur það inn, þá hreinsar það aftur út, ef þú vilt hafa það inni, þá fjarlægist hann þig. Og við vorum að tala um það hérna í einni vikunni á bænastund að þetta er svona okkar gamli maður, Biblían talar um okkar gamla mann. Biblían segir að við séum fædd með eðli syndarinnar og að af því Adam syngaði þá séum fædd, allir menn séu fæddir með þessu eðli. Þegar við gefum Jesú Kristi líf okkar, þá kemur nýtt eðli inn í líf okkar. Og okkar gamli maður, það er sagt að okkar gamli maður er krossfestur og dáinn og grafinn í skírninni. Þess vegna höfum við táknræna athöfn, við höfum hérna skírnarlaug og þegar einhver ákveður að gefa Jesú líf sitt, þá dýfum við honum undir. Þangað til hann sér hvíta dúfur segja sumir, en hann þarf ekkert endilega, við drekkjum honum ekki, vegna þess að við reisum hann upp aftur og til þess að lifa nýju lífi. Og gamli maðurinn á táknrænan hátt, hann verður eftir þarna í gröfinni. Það er nýr maður sem rís upp. Með nýja kennitölu takið eftir því. Amen. Engar skuldir. Það er á gömlu kennitölunni. Þetta er andlega talað. Sjáðu, þið skiljið þetta með kennitöluna. En í Guðs ríkinu þá gefur Guð okkur faktist nýja kennitölu. Við skuldum ekki honum lengur neitt og engum. Hann gefur okkur nýja byrjun. Þannig að málið er það að stundum að þá er það þannig að þessi gamli maður, að hann byrjar að banka í kistuna og hann segir, hleyptu mér út. Hleyptu mér út, ég vil fá að ráða líka. Og það er það sem Biblían er að segja, varveiti sjálfiður í kærleika Guðs, ekki hleypa honum út. Ekki hleypa honum frjálsum. Og þetta þýðir það að þú ert krossfestur með Jesú Kristi, það er gamli maðurinn, þú segir við Jesú, þú mátt krossfesta mig með þér, ég ætla að deyja með þér og ég ætla að lifa nýju lífi með þér. Ég lifi bara nýju lífi með þér. Þessi hérna gamli með ljótu hugsanirnar, þessi sem var þjófur, ræningi og hugsaði illt að hann er krossfestur með Kristi, svo gröfum við hann þarna og upprís nýr maður og Jesús Kristur, hann setur nýjan anda á tankinn þinn og það var það sem við vorum að tala um í síðustu viku, að þú átt að hafa tankinn fullan. Að hafa tankinn fullan svo að gamli maðurinn komist ekki að. Og það sem að mér fannst svo frábært þegar ég bara hugleiði þetta að hafa fullan tank, að ef að ég er með tankinn minn fullan og segir mann Óðinn hérna, honum detti í huga að stríða mann og setja dísil á tankinn, bensíntankinn minn, sem ég veit að hann gerir ekki, en ég teka sem dæmi að því að sé hann hérna, að ok, og þá fyrir bílinn minn að ganga illa, en ef að tankurinn er fullur, þá kemst ekkert á. Og ég er að hugsa, ef að tankurinn er fullur af nýja víninu, af kærleika Guðs, af
Guðs anda, þá kemst ekki þetta gamla á. Þú er búin að fylla þig og það er það að varðveita sjálfan sig í kærleika Guðs. Þú fyllir þig af kærleika Guðs og ert með fullan tank og svo kemur gamli djöfullinn með sínar hugsanir og segir, fáðu þér nú í glas, eða hvað það er, fáðu þér, þá bara kemst það ekki, jafnvel þó þú lokið sér ekki á, að þá kemst það ekki að því að þinn tankur er fullur af kærleika Guðs. Það þýðir að varðveita sjálfan sig í kærleika, fylltu sjálfan þig af kærleika Guðs. Hafðu tankinn alltaf fullan. Og hvernig gerum við það? Jú, með því að eiga samfélag við Jesú, samfélag við hann. Við tökum á móti áhrifunum frá hans orði. Sjáu þið, út í heimi núna í dag, þá ég svo hissa alltaf þegar ég sé ungt fólk frá Evrópu sem byrjar að berjast með ISIS. En af hverju byrjar það að berjast með ISIS? Það er einhver sem hefur áhrif á huga þeirra. Og okkur finnst það vera slæm áhrif, vona ég. En síðan verður hann hugfanginn af þessu sem þeir eru að gera og hann verður í raun og veru fjötraður af því. Og það er þannig að margir segja við mig í dag, sko, Biblían, þetta er svo gömul bók, gamaldags, outdated. Þetta var ekki góð íslenska. Hvað er þetta á íslensku? Úrelt, já. En lestu Biblíuna, fyrra Korinthubréf 1. kafla og sjáðu hvað var að gerast á dögum Páls postula og Jesú Krists. Það voru nákvæmlega sömu argument eða sömu deilur í gangi. Þeir höfðu sinn Richard Dawkins og þeir höfðu þetta og þeir höfðu hitt og þeir höfðu sinn Pál postula. Við erum hér í dag og við höfum okkar vantrú í dag sem segir að þetta sé allt bull og vitleysa. Ég meina, hugmyndafræðin í dag sem segir að Biblían sé úrelt og gömul, hún er ekki ný heldur. Hún er jafn gömul og Biblían. Þannig að ég hef ákveðið að trúa því að Guð sé til og að Jesús hafi komið og hann sé upprisinn og að Jesús hafi verið sonur Guðs og hann hafi sannað heiminum að Guð væri til. Og ég veit að við tökum ekki þessa samfæringu bara á einni nóttu. Fyrir suma það þannig, en ef að þú ert rökhyggjumaður, að þá þarftu að hugsa þetta og þú þarft að skoða báðar hliðar. Og ég heyrði nýlega af vísindamanni sem hét Lennox, sem að hann átti samtal við Richard Dawkins árið 2007 og það er frægt viðtal vegna þess að hann kom Dawkins svo óvart. Lennox, hann er vísindamaður og hinn var svo hissa, hann undirbjó sig ekki fyrir viðtalið og var bara ekki viðbúinn því að fá vísindamann sem trúði á upprisu Jesú Krists og vissi hvað hann var að tala um. Þannig að Jesús Kristur, hann er upprisinn og það er hann sem gaf okkur kærleikan, sem gaf okkur hérna réttu mynd af kærleikanum að leggja líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Ég sá á Facebook daginn, minn Guð, hann gaf líf sitt fyrir mig. Hann fer ekki fram á það að ég gefi líf mitt fyrir hann. Hann gaf sitt líf fyrir mig. Og við sjáum í heiminum í dag að það er ákveðin trú í gangi sem segir að ef þú ert píslavottur og drepur nógu marga, að þá ertu Guði þóknanlegur. Það er ekki kenning Jesú Krists. Jesús sagði að við ættum að elska óvini okkar og við ættum að elska hver annan. Og það er eitt vers hérna að lokum áður við sem segir, setur þetta svona fram að við höfum bara að klæða okkur í þetta
hann segir, 3. kaflanum í Kólossubréfinu, 12. vers, íklæðist, 3. kaflinn, 12. vers, Kólossubréfið, íklæðist því eins og Guðs útvaldir, íklæðist, klæðið ykkur í, eins og Guðs útvaldir, heilagir og elskaðir hjartans meðaumkun, góðvild, auðmýkt, hógværð, langlyndi. Umberi hver annan, fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Ok, hérna svona, þetta heilmingi í þessu, umberi hver annan, fyrirgefi hver öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta, elskunni, sem band algjörleikans. Þannig að þetta í rauninni lögmál kristinna trúar, að við að elska hver annan og á því munu allir menn þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Þetta lögmál Guðs ríkisins. Jesús Kristur, hann sagði, ef að ríki mitt væri að þessum heimi, þá hefðu þjónar mínir barist. En af því að hans ríki var ekki af þessum heimi, þá gaf hann líf sitt. Hann gaf líf sitt. Vitið það að ég fylgst svolítið með í Austurlöndum núna, að það eru margir kristnir sem hafa þurft að gefa líf sitt, bara fyrir það að þeir eru kristnir. Og það var kristinn maður sem lést í þorpi í Egyptalandi núna, það var í júlí, og þeir, sem sagt, ásökunin var svo að hann hafði keypt sér hús og hann var ásakaður fyrir það að ætla að hafa kirkju í húsinu. Þannig að það var múr sem drap hann. En þegar að jarðarförin hans fór fram, að þá sungu hinni kristnu þvílíkan lofsöng og þeir sögðu, megi blóð okkar vegsama þig, Drottinn. Þeir voru tilbúnir að gefa svo mikið elskuðu þeir Guð að þeir voru tilbúnir og þeir ásökuðu ekki Guð, heldur sögður mætti blóð þessa manns vegsama þig, Drottinn. Og það einmitt það að þessi sanni kærleikur, hann tilbúinn að gefa upp líf sitt fyrir aðra. Ekki taka líf annara, heldur að gefa líf sitt fyrir annara. Og það bæn mín að okkar líf mætti vera þannig. Okkar vitnisburður sem kristinna manna mætti vera þannig. Amen. Amen. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir orðið og þakka þér bara fyrir þann anda sem þú hefur gefið okkur í orðið þínu, anda kærleikans, Faðir. Og Drottinn, ég bara biðji fyrir einum og sérhverjum hér inni að þinn andi megi snert okkur og þinn andi megi Drottinn leið okkur, Faðir, í Jesú nafni. Og Faðir, við biðjum þig fyrir þjóðin okkar, við biðjum þig, Drottinn minn, að þjóðin okkar mætti opna hjarta sitt fyrir þér. Og Drottinn, að veldisbroti guðleysisins fá ekki lengur hvílt yfir þessari þjóð. Við minnum þig á okkar kristna fána, Drottinn, og við þökkum þig fyrir hann. Við þökkum þig fyrir kristnu arfleiðina sem þú hefur gefið okkur og ég þakka þig bara fyrir það að þú ert góður, miskunn þín varir að eilífu. Amen. Amen.